Í 50 ára sögu sinni hefur Landsvirkjun einungis skilað 110 milljón bandaríkjadollurum í arð og auðlindagjald til eiganda síns, íslenska ríkisins. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, situr fyrir svörum í þættinum þetta og enn fremur arðsemi Kárahnjúkavirkjunar sem langt undir væntingum. Og við höldum áfram í arðseminni og orkumálunum. Því arðsemi Kárahnjúkavirkjunar allt of lág að mati forstjóra Landsvirkjunar, einungis 3,5%. Þegar samfélagið logaði af deilum byggingu virkjunarinnar var gert ráð fyrir 11% arðsemi. Frá upphafi hefur Landsvirkjun einungis greitt 110 milljónir bandaríkjadala í arð og auðlindagjald til eiganda síns, íslenska ríkisins. Sú upphæð allt of lág og í raun ekki hægt að tala gjald fyrir auðlindina að mati Harðar Arnarssonar, forstjóra Landsvirkjunar, sem sestur hjá Jóhannesi. Vertu velkomin, Harður. Takk fyrir. Það nú ekki fögur mynd sem að Helgi Seljan dró upp af þessari skýrslu sem gerð var af Orkuveituna. Í dag kom fram í þínu máli að arðsemi Landsvirkjunar væri allt of lág að þínu mati og sérstaklega Kárahnjúkavirkjunar. Voru gerð mistök hérna bara fyrir nokkrum árum í samningum við þessa aðila? Ég myndur ekki bera saman stöðu Landsvirkjunar við Orkuveituna. Landsvirkjunar með mjög traustan rekstur og traustan efnahag. En við höfum verið að ræða mikið hjá félagi núna undanfarin 2 ára að arðsemi þurfi að aukast og þurfum að geta greitt arð til eigandans. En það rétt að það margt breyst í heiminum, sérstaklega raforkuheiminum, sem að gerir okkur mögulegt að nálgast þetta á annan hátt, gerir okkur mögulegt að ná betri samningum og það það sem við erum að leggja áherslu á. Hvað þýðir þetta 3,5% arðsemi af til dæmis Kárahnjúkavirkjun? Hvað þýðir þetta á mannamáli? Þetta kannski ekki alveg sambærilega tölur með það sem var vitnað hérna í inngangnum að það voru gerðir upphaflega arðsemismat fyrir heildarverkefni eða 60 ára lifitíma verkefnis og það reiknuðu menn út arðsemi myndi ná 11%. Það voru menn að gefa sér ákveðnar forsendur út allan tíman í raforkuverði, vöxtum, rekstrarkostnaðana þessu þar. Það sem við erum eins og að gera núna, að núna erum við komið með virkjunni rekstur, þannig að núna gerum við bara upp hvert ár fyrir sig og núna vorum við opinber í dag að hvernig fyrstu 4 árin voru að ganga og að mati okkar var arðsemin of lág, það arður af verkefninu, það mikilvægt að fólk gerir grein fyrir það ekki tap á þessu verkefni, alls ekki, það með 3,5% arðsemi en við teljum hann of lága miðað við hversu stórt verkefni En hvað gerðist þarna, nú var gert ráð fyrir allt annarri tölu í upphafi þegar þessi framkvæmd var samþykkt og svo kemur í ljós núna á fyrstu 4 árum að hún miklu lægri heldur en gert var ráð fyrir? Þegar lagt af stað þá gera forsendur bæði stofnkostnað, það gera ákveðnar forsendur raforkuverð sem tengist álverði, forsendur sem tengjast vaxtaþróun, forsendur tengjast rekstrarkostnaði, að þær hafa augljóslega ekki allar gengið eftir, þannig að verkefni fer af stað með minni arðsemi. Þá ekki erfitt að þegar ákvarðanir svona verkefni eru teknar að í rauninni gera ráð fyrir einhverjum, ekki breyturnar svo stóra með þetta? Það mjög æskilegt við svona samninga að eyða sem mest áhættunni, að vera ekki með ómarga breytur sem geta sveiflast og við höfum reynt að gera það hérðan í frá, að semja til dæmis ekki álverstengingar, heldur að semja fast verð sem bara vísitölutryggt, sem sveiflast ekki eins mikið. Eins æskilegt að festa vextin betur, meira en gert þurftum við að vísu fyrirtæki að hagnast með mikið á því núna að vextinir eru lágir. En það fylgir þessum verkefnum mikil áhætta, þetta eru miklar fjárfestingar og öll fjárfestingin í upphafi og tekið koma síðan að mjög löngu tíma. Á móti má segja að tíminn vinnur með þessum verkefnum, þetta eru verkefni sem að standa lengur heldur en arðsemisreikningarnir. Þannig að þó svo að menn fari kannski ekki nægilega vel á staða, þá allar líkur á það verkefni verða á endanum gott verkefni. Voru gerð mistök þegar samið var til dæmis við Alcoa á sínum tíma? Það erfitt að meta það, ég kom ekki að þeim samningum en ég tel að fullvíst að menn hafi gert sitt besta þar að ná þeim bestu samningum sem mögulegt var að ná á þeim tíma. Það voru aðrar aðstæður á raforkumarkaðnum en það hefði þurft að ná hærri samningi. Hefðir þú samið á þessum nótum? Það erfitt að svara þeirri spurningu. Í dag, ég meina? Nei, ekki í dag, nei. Nú, orkufyrirtæki til dæmis í Noregi og Finnlandi, þau eru að skila 10% arðsemi, 11% arðsemi. Það það sem að þið viljið ná. Hver munurinn? Það ekki bara, við erum með svo lágt raforkuverð til þessara stóru fyrirtækja? Við höfum verið að greina raforkumarkaðana verulega og vinna svona nýja stefnumótu fyrir Landsvirkjun í kjölfar á því og okkar skoðun svo að við getum aukið arðsemina verulega. Og við höfum verið að halda opna fundum það og sýna fram á það að ef við náum að ná svona hluta af þeim verðhækkunum sem eru erlendis, eingöngu hlutað og við náum bara að selja á helming á verðinu sem til dæmis í Skandinavíu,
að þá getur arðsemi Landsvirkjunar aukist verulega. Við erum með mjög hagkvæma virkjunarkosti, við erum með mjög lágan framleiðslukostnað, þannig að við höfum alla burði til þess að vera með sambærilega eða betri arðsemi heldur en þessi fyrirtæki eru erlendis. En munurinn í arðsemi liggur fyrst og fremst í því að við erum að selja á innan við þriðjung af því verði sem við erum að selja erlendis. Akkur er það? Ég þarf að lúta því við höfum verið eyja. Íslandi er eyja og við höfum ekki náð að tengjast þróunin erlendis. Þessi verðþróun sem átti sér stað erlendis, hún byrjaði svona upp á aldamótum. Frá því hún átti sér stað þá hefur Ísland setið eftir og það er það sem við erum að höfða til núna. Við þurfum að ná því upp sem við höfum setið eftir, en það mun taka okkur tíma, við erum með langtíma samninga. En það mun síðan hins vegar gerast á endanum. En nú kynnir Landsvirkjun til dæmis græna orku. Ætti sú orka ekki að vera dýrari heldur en þessi orka sem seldir í Evrópu, þar sem verðið miklu hærra? Ættu ekki að vera eftirsótt kostur? Það er margt sem bendir til þess að það verði í framtíðinni. Það hefur ekki verið í fortíðinni, það hefur verið mikið talað græna orku en það er mjög fáir sem vilja borga fyrir hana. En það er margt sem bendir til þess, ef mann horfa fram á við og spá hvernig markaðar muni þróast, þá er margt sem bendir til þess að græni þátturinn í orkunum muni fá heilmikið verðgildi. Það tengist mjög mikið markmiðum Evrópusambandsins að ná ákveðinni hlutdeild af endurnýjanlegum hlutfall af orkuvinnslunni og þá má segja í dag að þessi græna orka að fá verðmæti og þar gætu myndast veruleg tækifæri frá okkur. Nú er Landsvirkjun, stendur hún í samningaviðræðum orkusölu samninga. Eru þeir á allt öðrum nótum en þessir Alcoa-samningar? Já. Miklu hærri verð? Já, við verðum við metum kostnaðarverðið og við leggjum það höfuðáherslu í okkar framtíðarsýn og okkar hlutverki er það að hámarka arðsemi af þeim orkuauðlindum sem fyrirtækinu trúa fyrir á sjálfbæran hátt. Og það gefa augaleið að við verðum að standa við það með að ná hærri samningum og þeir samningar sem við höfum verið að gera að þeir eru að þess eðlis og það er viðræður sem við erum í gangi við að hafa staðfest að það eru full innistæði fyrir því að fá hærri verð í dag. Nú er endurskoðunar ákvæði í samningnum við Alcoa 2027. Hvaða svigrúm er þar til að hækka orkuverð? Það ræðst algjörlega markaðsaðstæðum á þeim tíma. Samningurinn er trúnaðarmál, þannig getum við ekki farið út í það, en það ræðst að því hvernig markaðsaðstæður er í heiminum á þeim tíma. En það eru ágætar vonur það að það sé svigrúm til hækkunar þar. Erum við að tala um 20%? Ég get ekki tjá með það núna. Nei. Hvernig verðum með þessa nýju samninga? Verða þeir líka trúnaðarmál? Það er misjafnt. Við höfum lagt áherslu á því okkar viðræðum við viðskiptavinina að það sé aflétt trúnað, okkar hugmyndur að það sé aflétt trúnað innan ákveðins tíma. Það er komið inn í ákveðna samningar sem við erum búin að gera, en yfirleitt segja þá við semjendur okkar að þeir vilja þá allir samningar séu opinberir. Við höfum leyst þetta ákveðin hátt með því að birta meðalverð. Við teljum okkur heimilt að gera það, við höfum gert það núna í 2 ár og gera það hálfsársfresti, bara meðalverð til stóruðu fyrirtækja. Það segir mjög mikið hvernig samningarnir eru, en ég teldi það æskilegt að samningar væru raun og opinberaðar innan nokkur ára eftir þeir væru gerðir. Það er kannski erfitt að opinberaður leið voru gerðir, en ég teldi því ekki til fyrirstöðu af hálfu Landsvirkjunar þeir væru opinberaðar kannski 3-4 árum seinna. Munið þið leggja áherslu á það? Við munum ekki láta brjóta á í samningum í því, en við munum leita eftir því að það eru komin inn í ákveðna samninga að það sé heimilt, en það er háð því að náist að semja við alla. Fyrirtækin vilja ekki bara einstakir samningar séu birtir, þeir vilja þá að allir samningar séu birtir. Þú talar um að það þurfa að hækka raforkuverð til stórfyrirtækjanna. Hvað með almenning í landinu? Það er alveg aðskilið mál. Þetta er alveg aðskildir markaðar og það er engin vandi að láta hækkunina vera bara á stóriðjumarkaðnum. En það er raun og verið pólitísk ákvörðun hvort það sé gert, hvort það sé skynsamlegt að hafa þetta mjög ódýrt rafmagn og fara þá til dæmis illa með rafmagni. En það er raun og verið hefur mjög sáralítil áhrif á rekstur Landsvirkjunar hvort það sé gert þannig, eða arðgreiðslugeta Landsvirkjunar byggist ekki á því að hækka verð til einstaklinga. Það er arðgreiðslugeta ræðst algjörlega hvernig okkur gengur að selja til stóru fyrirtækjanna. Þannig að það er ekkert á dagskránni að hækka verð, þið munið ekki leggja það fyrir stjórn eða eitthvað? Nei, okkur samningar eru bara bundnir núna til 5 ára viðbót við heildsölumarkaðinn og það er engin umræða að fara fram með það. Nú eins og komið fram í innslaginu hér áðan orkuveituna þá hafa nú ýmsir aðilar komið að stjórnun fyrirtækisins, pólitískir og þessi pólitíska stjórnun á orkufyrirtækjunum. Það er pólitísk stjórn í Landsvirkjun. Hefur fyrirtækinu verið stjórnað eins og Landsvirkjun, hefur því verið stjórnað af pólitík í rauninni? Ég tel það ekki vera. Ég myndi ekki skilgreina að það væri pólitísk stjórn í Landsvirkjun. Þetta er bara mjög hæfir einstaklingar, það er vissulega með tengingu við pólitík, en þeir vinna allir sem
bara faglegir stjórnarmenn, ekki sem framlenging á stjórnarflokkum, og stjórn Landsvirkjunar hefur borið gæfu til þess í mörg ár og löngu áður en ég kom til fyrirtækisins að aftengja það beint pólitík. En nú 110 milljóna dala frá upphafi sem arðurinn sem hefur verið greiddur til ríkisins, eiganda fyrirtækisins. Þetta eru mjög litlir peningar miðað við stærð fyrirtækisins og veltuna. Voru menn ekki bara pólitíkusar á þeim tíma, þeir sóttust eftir því að fá fyrirtækin og gerðu afleita samninga og þannig spila pólitíkin inn í það. Þú sem rekstramaður ert að svona einhvern veginn að opna fyrirtæki og þú ert að tala um það að það þurfa að auka arðsemina. Ég nú beðið mig tjá hluti bara sem ég þekki ekki, bara sem að gerast áður heldur en að ég kem að fyrirtækinu, en ég hef oft sagt það að ég tel að þeir stjórnendur sem koma að fyrirtækinu undan mér voru að gera sitt besta. Aðstæður á mörkuðum voru allt aðrar. Raforkumarkaðar í Evrópu breyttust upp úr aldamótum. Flestir samningar Landsvirkjunar voru gerðir fyrir aldamót. Þannig að þeir tækifæri sem við sjáum í stöðunni í dag voru ekki fyrir aldamót í stöðunni. Þannig að ég held nú að menn hef alltaf gert sitt besta með þær aðstæður sem voru á hverjum tíma. En samningarnir voru ekki góðir? Ég myndi segja það að allir samningar nánast sem að gera í svona viðskiptum að mér finnst þeir aldrei nógu góðir. Og ég held að alltaf eftir á fyrir vill maður alltaf ná betri samning, og þegar maður er að vinna á markaði sem svona hækkandi eins og raforkumarkaðurinn, þar sem raforkaðar í heiminum stöðugt að hækka, að þá það eiginlega óhjákvæmilegt að allir samningar verða óhagstæðir eftir ákveðinn tíma. Hvað sérðu fyrir þér á næstu árum að Landsvirkjun verði lengi að ná þessum markmiðum sínum eins og þú talar um 11% arðsemi? Það erfitt að segja. Það mun taka ákveðinn tíma. Það mun taka 5 til 10 ár gerir ég ráð fyrir. Það fer eftir í hversu mikla uppbyggingu við förum. Það er auðveldara að gera það í nýjum samningum. Það er líka auðveldara að gera það ef við getum selt meira til núverandi viðskiptavina. Þá skapar það möguleika á að endursemja við það. Og við munum reyna að nýta okkur það við mögulega getum. En það skiptir ekki máli hvort það taki 5 eða 10 ára, því að eðli okkar þannig að þegar við náum þá helst það mjög lengi. Og þegar við náum því að þá skapar það með fyrirtækinu möguleika að borga mikinn arð og hafa raunverulega mikil áhrif á lífsgæði á Íslandi. En héðan í frá verða samninga við stóriðju mun hagstæðari heldur en gerir hafa verið? Já. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk.